Við í rauninni tveir höfum þangað til mjög nýlega ekki þekkt neitt annað heldur en það að hluti verði bara frjálslyndari og frjálslyndari. Af því að bara eiginlega eins langt og aftur og nær þegar kemur allavega ákunnum advanseringu í mannréttindum og fleira, þá það bara þróun sem að byrja bara á miðja 20. öld, mannréttindabaráttan í Bandaríkjunum á 7. áratugnum, svo eru alls konar hlutir sem að opnun landamæra og alþjóðavæðingin sem reynda bara hægri fólki náttúrulega mjög mikið að skapi líka, en þessi hugmyndu það við séum bara alltaf að vera meira eitt, mannkinn, frjálsför vinnuafls, tökum á móti innflytendum, jafnvel líkaliseringa á eitilum, bara allir þessi hlutir, alltaf að vera frjálslyndara og frjálslyndara, kynslóð fram á kynslóð, og við bara, þegar við horfum tilbaka og sjáum við bara svart-hvítt sjónvarp, bjór var bannaður og svo það alltaf eitthvað svona að vera að gefa okkur einhverja meiri og svo það annars vegar, það frjálslyndi, svo hins vegar kannski þetta að gæta betur að minnhlutahópum og samkynhneigð og fleira, já, allir allir þessi félagslegu réttindi, alltaf svona advanserað og við einhvern veginn bara einhvern veginn í okkar huga held ég sem skilir bara því lögmáli að þetta bara haldi alltaf áfram og það svona spes sko fyrir okkur að horfast í augu það að kemur kynslóð sem að vill fara aftur eða, já, vill setja stopp á eitthvað eða bara, hvort sem það eitthvað einmitt pendulið fara allt og langt eða eitthvað rosalega drístart út af því að við höfum ekki svör við ungu fólki sko, það ekkert já, öflugt og ung kynslóð með skoðanir þú veist, það bara upp á öll rökin sko, við erum bara búin að taka þessu sem sjálfsögðum hlut bara auðvitað kemur ung fólk og við verðum gamli farturinn hérna og okkur verður kastað burtu á þeim forsendum svo bara ef þetta öfugt þá við erum svo kjaftstopp gagnvart því en ég vil samt meina að það sé svona ábyrgðarhluti bæði þó að við séum ekki alveg sama sömu línunni í pólitík, það ábyrgðarhluti okkur báðum held ég að passa einmitt að einhver hlutir fari ekki út einhverja öfgar þegar ég segja ábyrgðarhluti eða það maður þarf að tína fram alla jákvæðu og góðu hlutina við það sem að hefur áorkast undanfarna áratugi og það alltaf læg líka að telja fram eitthvað sem örugglega mjög langur listi hjá þér yfir hluti sem að kannski gengu of langt eða voru ekki nógu velheppnaðir þú veist, maður þarf ekki bara að vera einhverjum halleluja-söng en ég held að þegar kemur að félagslegu réttindum þá vill enginn fara aftur til 1950 þegar kemur að stöðu okkar í alþjóðasamfélaginu vill enginn fara aftur til 1950 við höfum bara að vera þakklátt bara fyrir EFTA, EES bara alþjóðasamningana sem tryggja okkur aðgengi að alþjóðamörkuðum þetta bara ástæðan fyrir því að lífið ekki eins og var 1950 og þó hafi alveg ýmislegt verið fínt í 1950 þá bara, ég veit það ekki, ég held að það sé ekki svopp sem við myndum eiginlega gera